Við vorum náttúrulega síðast á ákveðnu efni sem að ég ætla að taka framhald af í dag. Og ég ætla að skipta þessu framhaldi svona í A og B hluta. Að ég ætla að sjá að A-hlutin og benda ykkur á það A-hlutin, hann virðist vera sá þáttur sem að talar eins og endurkomuna sem eldingu. Hann snöggur, hann gengur hratt yfir og hann verður skyndilegur bara. Og svo B-hlutin, að þá það eins og hann komi að öllum ásjáandi í skýjum himins með mætti, veldi og mikilli dýrð. Og ég skipti þessu svona niður vegna þess að mér finnst ég sjá þetta út úr ritningunni að við erum að tala tvenns konar endurkomu og kannski ekkert rétt að nefna þetta endurkomu. Við tölum upphrifninguna, það A-hlutin, þá erum við tekin upp skyndilega og síðan kemur endurkoman þegar hann mætir í skýjum himins og við sjáum kannski þann þátt málanna. Það getur vel verið að menn sé ekki endilega sammála þessu öllu sem ég að segja og það bara allt í lagi með það. Ég þarf ekkert bara að hafa rétt að standa en þið megið alveg og það bara eðli mannsins að hann megi hugsa hlutina og skoða og ég ekki að segja þetta vegna þess að ég veit þetta manna best en svona segi ég þetta. Að bjarga okkur frá komandi reiði, það í raun og veru burt hrifningin og að bjarga frá komandi reiði Guðs kemur. Það mjög skýr boðskapur Biblíunnar. Þú hefur aðeins einn möguleika til þess að forðast reiði Guðs og það að ganga Kristi á hönd og láta frelsast. Fá fyrirgefningu syndana, iðrast og ganga honum á hönd. Það eina leiðin frá reiði Guðs. Annars kemur reiðin hans yfir syndina og syndarann og allt sem að hefur ekki jafnað málin við Guð. Og mér fannst þetta svolítið athyglisvert. Ég held að það hafi verið í Baton Rouge hjá Jimmy Swaggart. Kannski var það 1906 eða einhvern tíma þá að það var heilmikil ráðstefna meðal forstöðumanna í Bandaríkjunum. Og þar var ræðumaður David Wilkerson. Og þeir fóru allavega héðan tveir. Ég veit að Gunnar Þorsteinsson og Indriði Kristjánsson fóru. Og þegar David Wilkerson var að tala að þá sagði hann við forstöðumennina og þið vitið, þeir eru mjög margir þarna, þetta var eiginlega full kirkja. Hann sagði við þá, bræður, gerið upp málið við Guð áður en hann gerir upp málið við ykkur. Og þeir eru svo reiðir, margir hverjir, að eftir samkomu þá keyptu þeir spólurnar og þegar Indriði kom fram og ætlaði að fá sér spólu, þá var bara sægurinn af spólum á stéttum og tröppum og langt út á planið af því að menn tóku spólurnar og brutu þær og þeir vildi ekki heyra svona boðskap. Þetta var einhvern veginn og neikvætt og þeir hlustuðu ekki. En sennilega hefur David Wilkerson verið bara afar hryggur yfir þessum úrslitum þegar hann talaði við forstöðumennunum að gera upp málinu við Guð. Því að þetta var besta tækifæri sem þau höfðu. Því að skömmu seinna þá var hver eftir annan tekin í gegn af bandarískum fjölmiðlum. Þeir voru leiddir fram þar sem þeir voru álitnir sekir. Þeir voru eins og siðlausir menn sem að predikuðu eitt en gerðu annað og meðal annars var Jimmy Swaggart tekinn þarna í rúminu og þetta enn, árið 2020, þá þetta ennþá eftirminnilegt atvik sem að gerðist þarna. Þeir fengu tækifæri en notuðu ekki. Og ég vil líka segja að þegar við erum að tala svona, gera iðrun og hafa málin á hreinu við Guð, þá þetta alveg sami boðskapur. Okkur ber að hafa alveg samskonar áhrif. Ég þarf að ganga fram í helgun og hlýðni við Guðs orð. Hinn hlutin, B-hlutin, það þegar hann dæmir syndina og stofnar ríki Messíasar, þá segi ég þetta sem endurkomuna í skýjunum. Og svo þegar ég fer út í þessa þætti, þá finnst mér svo athyglisvert að sýna fram á hvers konar starfsemi var hjá Jesú Kristi. Og ég ætla að nefna þessa tvo þætti, þessa
A-hlutan í fyrra Þessalóníkubréfi 1:10, vænti nú sonar hans frá himnum, sem að vakti frá dauðum, Jesú frelsar oss frá hinni komandi reiði. Og þá þetta svona skipun til okkar. Við eigum að vera svolítið vakandi og við eigum að vænta. Við höfum mörg hver lent í því að hugsa sem svo, já, það nú alltaf verið að tala þetta, það veitir bara engin daginn eða stundina. Og þar með erum við svona eiginlega loka á að við höldum okkur vakandi. Þetta alveg rétt, það veit engin daginn eða stundina. En það ekki þar með sagt að þú eigir hægt að vænta. Og það þessi hluti að vænta, hann sá þáttur sem undirbýr okkur undir upphrifninguna. Ég vænti Jesú og þá veit ég að hann kemur og þá verð ég bara tilbúinn þegar þar að kemur. Og þeir hafa nú stundum verið með svona brandara, einhver sagði frá því, sko, þeir voru saman þrír að tala, hvernig vilt þú vera þegar Jesús Kristur kemur? Ég vil vera með Biblíun og lesa orðið, sagði annar. Og þá segir hinn, ég vil bara vera á hnjánum og biðja til drottins. Og þessi þriðji var eiginlega orðlaus og sagði nú fátt, svo þeir gengu á hann og svo, en hvað segir þú, hvernig vilt þú vera? Ég vil bara vera tilbúinn, sagði hann. Og það bara akkurat málið. Það skiptir ekki máli hvort þú lesir orðið að setja á hnjánum, bara að þú verðir tilbúinn, hugafarið og hjartalag. Og það það sem að þetta vers að hvetja ykkur til að gera. Og þegar hann talar að hann kemur til þess að frelsa oss frá hinni komandi reiði, þá þetta í raun og veru það besta sem getur hent okkur, að við verðum ekki reiðinni að bráð. Við verðum réttu megin. B-hlutinn, þegar hann dæmi syndina, og mér finnst það svo skýrt að sjá það þegar Jesús kom í musterið. Þið veit, þetta var Guðs hús. Þar átti Guð að búa. Og Jesús kemur heim til föðurins. Og hvað mætir honum? Alls konar business. Þið vitið. Það var kaupmenn og það voru víxlarar og þarna voru silfurpenningar og ég veit ekki hver ósköpin í gangi og það var sett ofar heldur en að ganga fram fyrir Guð til þess að verða hjartarhreinn. Og við eiginlega gleymum því stundum hvað þetta mikið mál. En þetta líka notað í Biblíunni fyrir okkur til þess að við mögum skynja hvað tilheyrir Guði og hvað ekki. Pétur, hann segir frá falsspámönnunum og vitjun Guðs í öðru Pétursbréfi 2 og 3 og af hverju hann að því? Það svolítið athyglisverður þáttur, skiljiði. Páll postuli varar okkur við í postulasögunni þá þegar hann að kveðja Efesusmenn síðasta skipti sem hann hittir þá var hann varað á við að munu rísa upp úlfar í sauðagærum og þeir munu leiða söfnuðinn afvega. Þetta okkar kringumstæður. Við erum í svona umhverfi að það mjög auðvelt að hitta eitthvað sem reynist vera svo tál og svik og prettir og annað þess háttar. Og mér finnst mjög athyglisverður þáttur sem kemur fram hjá okkur sjálfum. Það að samtíminn okkar, hann að verða svolítið siðlaus. Þetta forystugrein í Fréttablaðinu frá 22. september núna í ár, 2020. Og ég aðeins tek þetta fram vegna þess að það verið að benda á dómaran, hæstaréttardómaran sem dó og hann var svo mikill mannréttindasinni og stóð vörn mannréttindin. Betur heldur en allir hinir dómarar. Og hvaða mannréttindi verið að nefna? Jú, það samkynhneigð og það fóstureyðingar. Af hverju eru fóstureyðingar talda mannréttindi? Því að grunnur mannréttinda sá að við fáum að halda lífi og limum. Það grunnurinn af mannréttindum. Og ef við erum þá búin að flokka mennina niður í æskilega og óæskilega, hvert við þá komin? Þá erum við komin í nákvæmlega sama hugafar og ríkti í Þýskalandi nasismans. Þeir skiptu þjóðunum í óæskilegar og æskilegar. Þeir voru übermensch og svo voru hinir allir untermensch eða undirmenn. Og það var svo athyglisvert að þeir tóku hiklaust á þessum málum þannig að sá sem var untermensch, það voru gyðingar, það voru fatlaðir,
þeim var bara eitt og það var ekkert mál. Og það var bara systematískt eða kerfisbundið í þeirra kerfi að útiloka menn frá því að lifa. Erum við bara komin í svipað vegna þess að hún segir það, þessi stúlka, Björk Eiðsdóttir, þá einmitt talar hún það að þetta er eitt af því skýrasta dæmi það að Trump, hann er að útbreiða og spila því sem að er gegn mannréttindum, kvenréttindum og fóstureyðingum. Og þetta er svo athyglisverður þáttur. Ég vil meina það, og hún nefnir þetta hjá okkur, að við eigum að vera komin í okkar tíma, í 20. og fyrstu öldina, 2020, og við eigum að vera eins og í samtíma hugsuninni þar. Þetta hefði alveg geta dugað fyrir nasista þegar þeir voru upp á sitt besta. Þetta hefði alveg geta dugað í ríki kommunismans þegar þeir voru upp á sitt besta. Þá voru allir að breyta siðferðinu. Og þess vegna segi ég það að siðvit okkar tíma sem hæfir ártalinu, við köllum það líka tíðarandan, þetta er bara forystugreinin sem við höfum, er þetta eitthvað fyrir okkur til þess að sjá og meta hvert við erum komin. Ég nota svona mikið til þess bara að minna mig á. Erum við virkilega komin svona langt? Erum við virkilega komin á þennan stað? Vegna þess að við höfum ástæðu til þess að ætla að samtíminn, hann verði ekki alltaf bara góður og dásamlegur, heldur hann fari í gegn öllu því sem kallast Guð og helgudómur. Og það er það sem ég er að nefna við ykkur. Í framhaldi af þessu, þá vil ég einmitt nefna þetta hjá okkur, þetta með komandi reiðina. Við skulum fara inn í þann þáttinn, því að ég er undirbúið svona þennan A-hluta, skila honum, hvernig við verum hrifin upp til funda við drottinn í loftinu. Í Rómarbréfinu 1:18, versið á undan þá talar Páll postulinn fagnar erindið, sem að hann vill endilega boða og hefur mætur á. Svo segir hann að reiði Guðs opinberast af himni yfir öllu guðleysi og rangsleitni þeirra manna er kefja sannleikan. Og þetta orð kefja, þetta er sama á að setja í kaf. Þú veist, við erum ekkert endilega kannski að þagga niður, en við erum kannski að gera mikið meira og við erum að nota svo margt annað sem gerir það verkum að sannleikurinn hann er þarna einhvers staðar langt fyrir neðan. Og ég vil nefna bara sem dæmi að þetta getur verið hluti eða þáttur kirkjustarfs, að kirkjustarfi verður svo mikið og það verður svo félagslegt að við kannski gleymum því að við eigum að halda uppi sannleika drottins Jesú. Því það er einn af þáttunum sem kirkjan stendur fyrir. Og ef við kefjum sannleikan þá getum við þess vegna lent í því að vera eins og sek við Guð almáttugan. Hann vill að heilagur andi fái að segja okkur satt og minna okkur á. Við flokkum þetta oft niður í jákvætt, neikvætt. Og ef það er eitthvað neikvætt, þá viljum við þrykkja í niður. Nei, ég vil hafa trú sem er jákvæð og uppörvandi og ég get gengið og ég veit að Guð er með mér. Já, við vitum að Guð er með okkur, jafnvel í þrengingunum. Hefur Guð eitthvað breyst, þó að hafið þurfi að klofna og her fara á sig rétt fyrir aftan okkur og við finnum bara gustinn ennþá. Mósi hann þurfti að bíða og hann rétt út stafinn og hann var ekki í góðu ástandi þegar það gerðist, skiljiði. Það voru allir möguleikar útilokaðir þangað til hafið klofnaði. Og þar eru við stödd. Við erum að bíða eftir því að dýrð drottins birtist. Ef við förum í annan kapítóla Rómarbréfsins, 5. versið, þá segir hann einmitt þetta með harðúð þinni og iðrunarlausu hjarta. Takið eftir þessum orðum Páls. Með harðúð þinni og iðrunarlausu hjarta. Safnar þú sjálfu þér reiði á reiði degi er réttlátur dómur Guðs verður opinber. Og mér finnst þetta svakalega ákveðið hjá honum Páli að hann skuli nefna þetta að iðrunarlausa hjartað, það safnar okkur eða kemur okkur í andstöðuna við Guð almáttugan. Ég trúi því að meðan heilagur andi vinnur í okkur systkini,
að þá hefur það þau áhrif að við verðum með iðrandi hjarta. Þér verður á, það veit ég, okkur verður öllum á, við gerum eitt og annað sem var kannski ekki endilega skynsamlegt og við viljum ekki endilega allt saman farið út því að við vitum að þetta þarf að vera gott afspurnar og stundum bara erum við sek þarna og hvað eigum við þá að gera? Jó, við höfum möguleikann bara að breiða teppið yfir þetta og láta þessi ekkert sé. Við erum mjög hæf í því, þjóðfélagið allt þannig, þá dönsum við alveg eftir þjóðfélaginu, en ætlum við að ná sigri, ætlum við að vera heiðarleg frammi fyrir Guði almáttugum. Það þar sem að við erum kölluð til þess að fara inn í iðrunina. Bara verum með iðrandi hjarta, snúum við og horfum á hvað við erum að gera og hvernig við tölum og svo framvegis og leifum ekki djöflunum eða óvinnunum að ná neinum tökum á okkur. Það gríðarlega sterkur þáttur. En Páll notar þetta til þess að benda einmitt að við verðum þá fyrir reiðinni á reiðidegi Guðs ef að við sniðgöngum þetta iðrunarlausa eða þessa iðrun í hjarta okkar. Að síðustu, varandi þetta, í Rómarbréfinu 5:9, þá talar hann einmitt þar sem við nú erum réttlættir fyrir blóð hans, því fremur mun hann frelsa oss frá reiðinni. Og það mjög mikið fagnaðar erindi. Þetta vers segir okkur að þeir sem eru frelsaði þeir njóta forréttinda. Við verðum okkur verður enn frekar bjargað. Og það einmitt þátturinn sem við erum að undirbyggja og taka fyrir hjá okkur, hvernig Drottinn vill undirbúa okkur fyrir þessa sterku athöfn þegar við erum hrifin upp til fundar við Drottinn í loftinu. Síðast atriði sem ég bendi á, það í þessum kafla, það þegar hann frelsar oss frá reiðinni í 1. Kórinthubréfi, 15. kapitula og 52. versi og athugið, 15. kapituli 1. Kórinthubréfs mjög sterkur kenningalegur kafli kristninnar. Og þú færð ekki betri kenningu kristninnar heldur en í 15. kapitulanum. Rómarbréfið allt mjög góð guðfræði og ef þið viljið fá góða guðfræði, kristna guðfræði, lesið Rómarbréfið. Páll alveg snillingur í því að kynna fyrir okkur hugmyndafræði Biblíunnar. En hann nefnir þetta í einni svipan á einu augabragði við hinn síðasta lúður. Hann nefnir þessi þrjú atriði, einni svipan, einu augabragði við hinn síðasta lúður. Að þá munu menn umbreytast, rísa upp frá dauðum og þetta ekki það sem tekur margar mínútur, þetta tekur gríðarlega skamman tíma. Við erum einmitt að þessu, við erum einmitt að boða þetta, við erum einmitt að undirbúa svona atburð. Og við getum alveg séð og skilið að það sem í einni svipan á einu augabragði, Jesús stóð frammi fyrir gröf Lasarusar. Og hann lét opna steinin eða draga steinin frá og sagði Lasarus kom þú út. Og menn sá ekki Lasarus staulast fram. Þeir sáu Lasarus bara skyndilega standa í dyrunum. Hann var allt í einu kominn fram. Og það mjög skyndilegt. Enda menn segja hvernig gat það gengið þar sem hann var allur vafinn klæðum og svo framvegis. Þetta dæmi það sem gerist á augabragði. Og þið vitið hvernig þetta var þegar hann kom í útföruna, þegar ekkjan frá Næn var að jarða son sinn. Það var í raun og veru allt búið hjá henni og hann eyðilagði útföruna. Þetta rosalegt þegar ykkur kemur eyðilegur jarðafæri. Og það var ekki lengur farið í jarðaför, það var farið í jarðafjör eins og Pétur segir. Hann bara breytti ástandinu á einu augabragði. Og við erum með þessa þætti svona undirliggjandi í boðuninni upphrifninguna og endurkomu Jesú Krists. Og ég vil endilega að við áttum okkur á þessari stórkostlegu gjöf sem framundan Verum ekkert kvíðin og látum okkur alveg sjá það að þetta mun koma okkur á óvart og það bara allt í himnalagi með það. Þeir áttu ekkert von á svona mörgu frá Jesú Kristi en hann gerði þetta bara.
Og í 1. Korintharbréfi 15:51, vér munum umbreytast, og þegar hann talar umbreytast, þá notar hann grísku sögnina alasso. Og þetta afar athyglisvert þegar maður fer að bera saman frummálið, því að sko, þetta ekkert rangt þýtt. Ég ekkert að segja það og ég ekkert að leiðrétta íslenska biblíu þýðingu, en það svona stundum sem að þeir þurfum bara að velja hvaða orði best að nota, en þeir kannski ná ekkert endilega allir hugsuninni, en þetta alasso, það þýðir bara að umbreytast skyndilega. Okkur verður kippt í einni svipan á einu augabragði. Og það mjög athyglisvert hvernig þessi breyting eða þessi boðun kemur fram í handritum gríska Nýja testamentisins, að það að segja okkur á mjög svona ákveðin og skyndilegan breytingarhátt sem kemur fram. Og við höfum líka orðið, þegar talað að vera hrifnir burt í 1. Þessalóníkubréfinu 4:17, að þá notar orðið harpasso, og þá erum við hrifnir burt í skýjunum til funda við drottin í loftinu. Og þetta harpasso, það þýðir í raun og veru bara að kippa út, hrífa. Þetta notað líka í Júdasar bréfinu, 23. versinu þar, og suma skulu þér frelsa með því að hrífa þá út úr eldinum. Þetta vera hrifnir og hrífa, þetta miklu nær því að þetta gerist mjög hratt og skyndilega. Það ekki svona verið að þú þrífur ekkert í manni bara með því að svona toga hann til þín. Það var eitt sem benti á það að hinni kristnu, þeir eru ekki með ofbeldi eða illa hugsun, þó að þeir kippi í menn og hrifsi þá til sín. Hann sagði, þetta guðleysingi, og hann var að útskýra fyrir hvernig hinni kristnu hugsa. Þeir sjá barn út á götu, svo kemur bíll aðvífandi, og þú sér að barnið í stórkostlegri hættu. Hvað gerirðu? Ferðu til barnsins og segir, heyrðu vinur minn, nú ætla ég taka þig til mín og labba með þig yfir götuna. Þú hleypur út og hann kippir barninu. Og hann ekki endilega kærleiksverk sem við sjáum hann gera, en hann að bjarga barninu úr ógöngum. Og það nákvæmlega það sem bundið við þetta orð að vera hrifnir burt. Þegar drottinn tekur okkur til sín, þá mun hann hrífa okkur burt, mjög skyndilega. Og þess vegna held ég að þessi þáttur trúarinnar og boðunarinnar sé einmitt miklu nær því að þegar hann birtist eins og elding frá austri til vesturs. Og það af því að hann mun hrífa okkur upp og við munum skyndilega vera horfin. Nú, menn hafa kannski alls konar skoðanir á þessu og ég ætla ekkert endilega að fara að eyða miklum tíma í svona skoðana svona ágreining, heldur bara hugsið hvernig ritningarnar leggja þetta fram fyrir okkur og hvað við megum skilja. Í einni svipan, hrifnir burt, og þá þeir eru hrifnir út úr eldinum. Þetta finnst mér alveg segja mér hvernig í raun og veru þessi staða alveg greinilega skyndileg. Og ég fer aðeins út í þetta orð harpasso, þetta að vera hrifnir burt, kippa í burtu á þetta að vera, ekki bjúró. Þetta gæti verið svona eins og skrifstofa. Í Jóhannes 10:28, þá sjáum þið að engil skal slíta þá úr minni hendi. Þú veist, kippa þá þeim úr minni hendi. Matteus 13:19. Þá kemur í vondi og rænir orðinu. Hann tala sálmanninn sem gekk út að sá, og sumt það féll meðal þyrna og þistla og annað það féll í jörð, og svo kom djöfullinn og tók það burt, stal því eða eyddi því. Og það einmitt þetta harpasso. Djöfullinn kippir burt predikuninni. Hann kippir burt orðinu. Við erum að fá fólk að samkomu til okkar, og það alveg saman hvað það kemur lengi eða oft, að við sjáum ekkit endilega mjög mikinn árangur af boðuninni. Það ekkit endilega stór hugarfarsbreyting, og það vegna þess að það mætir alltaf einn á samkomu sem við viljum ekki hafa. Hann ekki velkominn, en hann heitir djöfull og Satan, og hann rænir frá okkur orðinu, hann kippir því í burtu. Og nú af því við erum hérna öll með okkar biblíu, þá skulum við fara inn í, vill ykkur finna Jóhannes 16:15 og Apostolasöguna 8:39,
og Postulasöguna 23:10 og fyrir annað Kórinthubréf 12:2 og 12:4 og Opinberunarbókina 12:15. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, já við erum 7. Svo allast ég bara til þess að við komum og við getum lesið þetta saman og takið eftir öll þessi orð sem ég nefni, þau hafa sömu sögnina harpasso, að vera kippt í burtu. Og takið eftir Jóhannes 16:15, hver með það? Allt sem faðirinn á mitt, því sagði ég, hann tæki af mínu og kunngjörði yður. Hann tæki af mínu, hann kippti af mínu og kunngerði ykkur. Og þetta er alveg frábært vegna þess að þarna sjáum við hvernig Guð notar þessa sögn til þess að vita að hann kippir af sínu og lætur þið hafa. Og þetta er bara alls ekki slæm máltíð. Hver með Postulasöguna 8:39? En þeir stigu upp úr vatninu, reif andi Drottins Filippus burt. Heyrið þið? Maðurinn sá hann ekki framar og fór fagnandi leið. Hann var bara allt í einu hrifinn í burtu. Og sko Filippus, þessi trúboði, þessi dásamlegi bróðir, hann átti ekki von á því að vera kippt í burtu og opna augum bara allt í einu í astót. Þú veist, hann var bara allt í einu kippt í burtu. Harasso. Og þetta er eða harpasso. Og þetta er mjög sterkur þáttur trúarinnar. Postulasöguna 23:10. Heilan harðnaði og herskotafóringi fóru að óttast að þeir ættu að rífa Pál í sundur. Því skipaði hann herliðin að koma ofan, taka hann af þeim og færa hann inn í kastala. Einmitt. Páll var í mjög mikið klípu og þeir ætlu bara að rífa hann í sundur. Hvað gerði þá hershöfðinginn? Hann tók hann frá þeim. Okkur finnst þetta bara mjög eðlilegt. En það var ekkit endilega verða að segja að hann kippti honum bara til sín. Þið veitir, herinn bara stökk inn og kippti Páli út úr þessum ógöngum. Og þá sjáum við að það er miklu meiri hraði í þessu heldur en að vera tekin út. Honum bara kippt út sko. Og mér finnst bara mjög vænt að sjá það að þessi mynd, hún er alltaf að vera skýrar og skýrar í hvernig þessi sögn er notuð. Annað Kórinthubréf 12:2. Mér er kunnugt mann, hann tilheyrir Kristi sem fyrir 14 árum, hvort það var í líkamanum eða utan líkamans, veit ég ekki, Guð veit það, var hrifinn burt allt til þriðja himins. Takk eftir. Hann var hrifinn burt. Allt til þriðja himins. Og númer 4 er að hann var hrifinn upp í paradís og heyrði ósegjanleg orð sem engum mann er lyft af. Nákvæmlega. Og þá finnst mér ég alveg sjá það, þetta passar mjög vel við þessa mynd sem að sögnin er að segja, að Guð, hann kippir okkur til sín. Og þetta gerist á einu augabragði. Og vitið þið, ég trúi því að við dauða stundina hjá okkur, þá er hún nákvæmlega svona. Við okkur er kippt í burt og inn í paradís. Við erum ekkert að fara vola löng göng og fara í einhvern annan stað hægt og rólega. Við erum bara tekin alveg eins og skot. Og mér fannst þetta mjög merkileg reynsla sem að Gísli Halldórsson, vinur minn í Hafnarfirði, var fyrir. Og hann sagði mér frá því, ég á þetta með svo upptöku, að þegar hann fekk áfallið, sagði hann, að þá allt í einu var hann staddur í mjög fögrum garði. Og hann sagði, blómin, þetta var allt svo fallet og litirnir, sagði hann. Og ég segi við hann, og hvernig voru svo litirnir? Þeir voru, já, ég bara get ekki lýst þeim. Og það er nákvæmlega það sem þú varst að lesa. Það sem að býður okkar í paradís, við komum ekki orði af því. Hann heyrði ósegjanleg orð. Og þeir sáu og skynjuðu veröld sem að ekki verður orðum að komið. Páll postuli talar þetta. Svoleiðis að við erum alveg að sjá að það gerist tvennt í þessu. Þetta gerist skyndilega, mjög hratt, og svo við förum í þá veröld sem að við eigum ekki orð yfir. Og við verðum kannski þegjandi í næstu 1000 ári eða 1.000.000, eða hvað sem það er. Við eigum ekki orð yfir þetta. Að síðustu, Opinberunarbókin 12:5. Hver er með það? Já.
Sonurinn sem stjórnaði þjóðunum með járnsprota var hrifinn til Guðs. Og hvenær var hann hrifinn til Guðs? Hvenær var hann kippt upp? Þetta litla barn, ég trúi því að þetta bara mynd af Jesú Kristi og eins og hann fór til Guðs, þannig förum við líka til Guðs. Þannig bara myndin. Og við erum þá að sjá að í gegnum ritningarnar, þá erum við með þetta gríska orð að kippa í burtu eða taka til sín á mjög skyndilegan hátt. Svo mér finnst ég alveg geta sagt við ykkur, þetta mun gerast mjög skyndilega eins og eldingin fer frá austri til vesturs. Svo við höfum alveg biblilegan grunn fyrir þessu. Við getum tekið fleiri þætti og ég ætla aðeins að fara í það að taka fleiri þætti inn í þetta. Þegar lúður drottins hljómar og það sá dagur fyrir hönd, þegar dýr drottins hljómar og eilíðin byrjar og allt þetta. Við erum á þessum þröskuldi og ég get alveg fullyrt við ykkur án þess að hafa nokkuð samviskubit sem segir mér það að við erum rétt í þann mund að stíga yfir frá okkar skrýtnu veröld og til þess tíma. Við skulum skoða þetta aðeins. Endurkoman eftir hörmungar Antikrists. Og nú ætla ég aðeins að fara inn í þann þátt. Ég trúi því, og þetta er svona bara að segja ykkur þessa mynd sem ég er með. Áður en Antikristur nær völdunum og fer að stjórna, við munum fá að sjá að eitt og annað fer að gerast og við þurfum að vera undirbúin, en áður en hann tekur völdin og fer að stjórna, þá verðum við okkur kippt í burt. Við verðum ekki hluttakar í tíma Antikrist, við verðum geymt. Ef við höfum þetta iðrandi hjarta frammi fyrir honum, að þá verðum við geymd, við verðum tekin út úr, okkur verðum kippt í burtu. Þegar við erum farin og söfnurinn er ekki lengur hér á þessari jörð og þeir sem voru tilbúnir, þeir eru horfnir, þeir sem voru ótilbúnir, þeir verða eftir. Því að einn verður tekin og annar eftir skilin. Við sjáum þessa mynd alveg hiklaust í Biblíunni. En hvað gerist þá hjá þeim sem eru eftirskildir? Það gerist það að þeir eiga ekki nema einn möguleika og það er að standa frammi fyrir djöflunum og óvinnisveldi og þeir verða afhöfðaðir. Þeir get ekki fengið frelsun nema með dauða píslavættisins. Við getum alveg sjálf lent í því að þurfa að standa skil á þessum málum, en elsku bestu, gerum það samt. Við óttust ekki þó að við erum drepin, því að dauðinn er ekki það síðasta og það versta. Það er glötunin. Dauðinn er bara síðasti óvinnurinn. Og þess vegna er svo mikilvægt fyrir okkur að við játum Jesúm Krist frammi fyrir öllum mönnum, hverjum sem er. Og alveg sama hverjir standa með okkur og hverjir ekki. En þessi þáttur, til aðeins að fá að fara inn í hann með ykkur, við förum inn í Opinberunarbókina 11:15, þegar 7. engillinn básúnaði. Og básúnutónninn, við getum alveg farið út í spekulasjónir og athuga hvað það getur verið. Ég held til dæmis að básúnurnar, það séu allt í einu fréttir. Þú heyrir allt í einu fréttir sem heyrast og berast heimsbyggðina á eldingshraða. Og það er allt í einu eitthvað að gerast og menn bara skilja ekki hvað í ósköpunum hvaðan stendur á sig veðrið. 7. engillinn básúnaði, þá heyrðust raddir miklar á himni sögðu drottinn og Kristur hans hafa fengið vald yfir heiminum og hann mun ríkja aldir alda. Þetta kemur okkur ekki á óvart að Kristur hafi vald yfir heiminum. Því við sjáum að hann endar Mattheusar Guðspjalli með því að segja allt vald er mér gefið bæði á himni og jörðu. En hann búinn að taka það. Og það er það sem Opinberunarbókin 11 er að segja, hann mun taka valdið í sínar hendur. Og hvað mun verða þá til þess að hann taki það? Ég held að við munum fá að sjá að hann muni þá mæta Antikristi og eyðunum. Og þetta verður gríðarlega mikið uppgjör. En við getum farið í það svolítið seinna
áður en að við förum lengra í þetta, þá segi ég að þegar hann tekur þetta vald og mætir við hinn síðasta lúður, þá stofnar hann sitt síðasta tímabil 1000 ára ríkið. Því að þá hann að koma í skýjum, í mætti, í veldi og í mikilli dýrð. Hann stofnar sitt 1000 ára ríki, tekur djöfulinn bindur hann, tekur dauðan út úr tilverunni og hann eyðir Antikristi. Og þá munu margir verða gríðarlega undrandi. En það er ekki bara það. Því að við það að taka dauðan út úr tilverunni, þá mun verða mikil upprisa. Allir þeir, frá Adam til okkar daga, sem að hafa dáið í trú, þeir munu upprisa. Og það verður gríðarleg upprisa allan heim. Og þá verða menn undrandi. Það er auðvitað bara gleði boðskapur sem að við höfum. Þetta er síðasti dagur okkar tilveru. Það er þetta 1000 ára ríki. Og ég kalla þetta bara 1 dag, vegna þess að 1 dagur hjá Guði er sér 1000 ár og 1000 ár sem 1 dagur. Þið vitið. Við höfum þennan þátt. Vers 18 í Åpenbarunarbókinni 11 segir: heiðingjarnir reiddust, reiði þín kom, sá tími dauðir skulu dæmdir verða og tími til að gefa laun þjónum þínum. Åpenbarunarbókin 20:4-5. Og ég sá hásæti og menn settust í þau og dómsvald var þeim fengið. Og ég sá sálir þeirra sem hálshöggnir höfðu verið, sakir vitnisburðar Jesú og sakir orðs Guðs. Það voru þeir einu sömu sem höfðu ekki tilbeðið dýrið, né líkneski þess og ekki fengi merki á enni sér og hönd. Og þeir lifnuðu og ríktu með Kristi 1000 ár. Hvenær fáið að taka merki dýrsins? Hvenær verður okkur boðið það? Það kæmi mér ekki á óvart að við erum komin í þann tíma. Allt þetta ástand sem við köllum COVID-19, þetta er að kalla á einhverja lausn, fjárhagslega lausn sem að menn verða að ganga inn í. Og fjárhagslega lausnin, hún verður sú: þú verður bólusettur eða þú verður mældur og þú kemur út sem annarkot með mótefni og þá færðu bara möguleika á því að taka á móti kísilflugu í hendi þér og þar sem að þú getur ferðast óáreittur. Og þá getur þú bjargað flugfélögunum með þínum peningum. Og þetta er svo athyglisvert að þetta er svo áleitið og þetta er svo krefjandi núna í dag að við erum að heyra að það eru allstaðar alla Evrópu, Ameríku, Afríku, Asíu, Suður-Ameríku, Kína, að þetta er orðið svona eins og krafa. Við þurfum að leysa málin. Og þetta er ekki bara sjúkdómurinn í dag, núna er þetta pólitísk ákvörðun sem að koma að ríkisstjórnunum og það er verið að ýta þessu að þeim, eitthvað verið að gera. Hvaða lausn hafið þið? Og takið eftir einu: þá leið sem Evrópa fer, þangað fara allir. Þá leið sem Ameríka fer, það er vegna þess að Evrópa fór það. Held ég. Og nú segi ég þetta bara svona held ég. Við erum að tala einmitt tíman, það sem okkur verið boðið að lifa í öryggi og við eigum okkar eina möguleika til framfærslu, það er að vera með þetta merki dýrsins á okkur. Það verður 1 ríki stofnað. Hvaða tími eru komið þá að? Sá sem ekki tekur þessu, hann er kominn að ákveðnu uppgjöri. Það verður reiðidagur, það verður dómsdagur, þetta er sama Mattheus 25:32. Við erum að sjá þetta gerast fyrir fram að nefið á okkur, en ég tek eftir einu, þegar ég nefnir þetta svona, þá er svona mjög margir segja: nei, þetta getur ekki verið, nei, ég trúi þess ekki. Við erum svolítið hrætt við þetta. En það er algjör óþarfi að vera hrættur við það að lesa aðeins inn í samtíman. Við lesum hygglikt inn í samtíman siðvit þjóðarinnar. Við vitum alveg hvað er að gerast, hvernig þjóðin hefur eiginlega látið undan og tekið upp alls konar heiðna þætti og guðlausa þætti. Við sjáum þetta og við viðurkennum þetta og það er ekki einu sinni verið að deilum þetta meðal okkar. En svo þegar kemur að svona atriði, þá fyrir við að segja: erum við bara komin að síðasta tíma? Og þá er spurningin: hvað sérðu?
Hvers vegna er þetta óttalegt? Ef við sjáum dómsdag og reiðidag, við eigum ekki að taka þátt í þeim degi. Það er ekki dagurinn okkar. Okkur verður frelsað frá og kippt út frá þeim degi. Við vitum að reiði og dómur kemur yfir syndina. Og þess vegna erum við bara að segja við þá sem að eru enn í syndinni, snúið við. Komið ykkur á réttan stað. Og okkur finnst þetta bara mjög eðlilegt að við gerum það svoleiðis. Og ég veit líka að þegar við tökum þátt í þessu með þessu rétta hugafari, þá bara hjálpar Guð okkur til þess að fá réttu orðin. Að við segjum þetta á réttan hátt. Og hver segir það, hvað er að tala um það í Biblíunni, að það megi enginn særast við predikun okkar? Hvað er talað um það í Biblíunni að enginn megi móðgast við predikun okkar? Hvergi. Af hverju eru við þá svona óskaplega hrædd við þó að einhver særist eða móðgist? Ef einhver særist vegna orða þinna og predikunar, þá getum við bara sagt, þakkaðu Guði fyrir að þetta snerti þig. Gerðu þá eitthvað í málinu. Láttu það ekki framhjá þér fara. Og þegar ég nefni þessi atriði við ykkur, þá er Páll postuli þetta að tala um mjög alvarlegan tíma. Þetta er bara, við erum að ganga inn frá í raun og veru síðustu 6 dögum tilverunar og inn í þann síðasta 7. daginn, hvíldardaginn og hinn heilaga tíma. Og til að við förum aðeins inn í þetta, þá ætla ég að leyfa mér að við förum úr þessari glæru og tökum þá næstu og lesum svolítið saman þar sem að þá kemur. Hvenær kemur dagurinn? Þetta er það sem ég er með í huga. En að því er snertir komu Drottins og Jesú Krist og það að við söfnumst til hans, biðjum við yður bræður að þið séuð ekki fljótir að komast í uppnám eða láta hræða yður. Þetta er mjög athyglisvert. Af hverju er Páll postuli nefna þetta? Voru menn hræddir á hans tíma? Varð hann þess áskynja að í frumkristninni þá eru menn bara hræddir við það sem að kristnin var að boða? Ég held það. Og þetta er endandag í dag að birtast upp og skjóta upp kollinum í söfnuðunum. Ég hef margótt tekið til því að ég hef fengið bara harðar kveðjur á Facebook, það frelsast enginn fyrir hræðslubóðskap. Það er bara ekki rétt. Það er bara alls ekki rétt. En menn eru svona einhvern veginn að tvístíga og ekki hræða fólki til hlýðni því að sá sem er hræddur, hann hleypur í burtu. Já, kannski, en hann getur alveg eins hlaupið tilbaka og komið þetta, við þurfum bara að hafa eitthvað þessi mál í lagi. En Páll nefnir þetta vegna þess að þetta var til staðar í frumkristninni. Eða láta hræðast hvorki af nokkurum anda, nefið orðið að bréf sem væri það frá oss, eins og dagur Drottins væri þegar fyrir höndum. Og árið 2020 var þetta ekki skrifað. Þið vitið, þetta var skrifað svona í kringum 60 eftir Krist. Það er álitið að Páll postuli hafi verið hálshögginn á tímabilinu 64 til 67. Postulasaga nær ekki lengra en að árinu 64, en hún endar ekki á því að Páll hafi verið hálshögginn. Þannig að Páll hefur verið lifandi þegar Lúkas hætti að skrá, en nú eru við að skrá postulasöguna, það er okkar tími. Og takið eftir líka að þegar Páll er að segja þetta, þá er keisaraveldið ekki búið að leggja musterið að velli. Það er ekki búið að leggja Ísraelsríki í rúst. Svoleiðis að það var til staðar, en höldum aðeins áfram að lesa. Hvorki af nokkurum anda nefið orðið að bréf sem væri það frá oss, eins og dagur Drottins væri þegar fyrir höndum. Látið engan villa yður á nokkurn hátt, því að ekki kemur dagurinn nema fráhvarfið komi fyrst. Og maður syndarinnar birtist. Hann er sonur glötunarinnar sem setur sig á móti Guði og rís gegn öllu því sem kallast Guð eða helgur dómur. Hann sest í musteri Guðs og gjörir sjálfan sig að Guði. Og þetta úr seinna Þessalónikubréfi 2:1-4. Hafi hann ætlað að setjast í musteri Guðs, þá vitið það að musteri Guðs
sem hann átti í Ísrael, það hefur ekki verið tiltækt frá því 70 eftir Krist. Svoleiðis að verður að vera musteri þegar hann kemur. Það er eiginlega ein spurningin. Næsta spurning er sú, sko, hvað er þetta þegar maður syndarinnar birtist? Hvað er þetta þegar fráhvarfið kemur? Hverju er Páll að lýsa? Og ég vil aðeins nefna þetta við ykkur með þetta fráhvarf. Það þýðir í raun og veru sko að vera fjarlægur. Afistemi. Þetta orð afistemi þýðir bara að vera fjarlægur. Og mér finnst það mjög athyglisverð sögn vegna þess að við krossdauða Jesú þá er talað að sumar örfáar konur voru alveg við krossin, við fætur Jesú. Hvar voru hinir? Þeir voru fjarlægir. Þeir voru ekki sýnilegir. Þeir héldu sér til hlés, má ég segja það. Og ég held að þetta sé bara dæmi það sem er að gerast á okkar tíma þegar söfnuðurinn, hann hverfur frá. Hann verður ekki til staðar. Ég er sjálfur búinn að upplifa þetta þegar ég var rekinn og kærður og dreginn fyrir dómstóla. Hvar var söfnuðurinn þá? Hann meira og minna leyti, þá fór hann allur til hlés. Já, þetta er bara honum að kenna. Já, hann bara tala svona, hann bara gerði svona, það hefur verið hægt að gera þetta betur og svo framvegis og menn bara hverfa frá. Og ég held að þetta sé bara eitt af þessum dæmum sem við höfum samtíman sem verður þegar Jesús kemur. Við verðum eins og fjarlæg, ekki endilega orðin trúlaus, en við verðum hættum að vera brennandi. Þú kemur inn í afmæli eða einhverja veislu og það má ekki allt í einu tala drottinn og frelsara. Og sá eini sem er þaggað niður í, það er þú af því að þú vilt hafa vitnisburði líka og þú vilt líka tjá þig. Þetta er að verða fjarlægur. Já, það er óþarfi að vera ögra fólki. Við heyrum svo oft inn með þessi atriði. Þetta er það sem Páll er að nefna. Og þegar þessi andi er kominn, þetta er afistemi, þá getið þið séð hvernig þetta er notað, þessi fjarlægð. Við skulum fara í 3 atriði, finnið þið Lúkas 13:27, 1. Tímóteusarbréf 4:1 og Hebreabréfið 3:12. Alli, ef þú ert með Lúkas og Þórir, ef þú ert með Tímóteusarbréfið og Elías, ef þú ert með Hebreabréfið 3:12. Takkið eftir. Þetta er allt saman orð sem eru í raun og veru náskildorðinu fráhvarf. Afistemi. Lúkas 13:27. Og hann mun svara, ég segi yður, ég veit ekki hvaðan þér eruð, farið frá mér allir illgjörðamenn. Farið frá mér allir illgjörðamenn. Verið fjarlæg mér. Afistemi. Og þetta er mjög athyglisvert þegar drottinn notar þetta orð, verið fjarlæg mér. Þetta er sama orð og notað er yfir söfnuðinn á síðustu tíma þegar hann er fjarlægur. Hann verður eins og, já, ekki alveg til staðar. Við erum að glíma við þetta orð, fráhvarf eða fjarlægð. Næsta orð. Fyrir augliti Guðs og Kristi Jesú, sem dæma hann lifendur og dauða, heiti ég á þig með endurkomu hans og ríki fyrir augum. Sjáu þið? 1. Tímóteus 4:1. Þetta er mjög athyglisverður, sko. Þetta skildi ég ekki samvinni í þessu. Ertu í 1. Tímóteusarbréfinu? Já. Það munaði bara einum, þú getur huggaðið við það. Drottinn segir berlega að á síðustu tímum munu sumir ganga af trúnni og gefa sér að illöndu og lærdómum illra anda. Þetta rímar við efnið. Þórir, ég meina, hvar væru við án þín? Þetta er heila málið, sko. Og erum við ekki að tala bara þann tíma sem að rímar svolítið við okkar tíma? Er þetta tilviljun? Alls ekki. Hebreabréfið 3:12, Elías. Gætið þess bræður að enginn yðar búið yfir vonsku, vantrúar hjarta og fallið frá lifanda Guði.
Falla frá lifandi trúni, fjarlægist lifandi Guð. Enginn búi yfir vondu vantrúar hjarta. Þetta er alveg gríðarlega merkileg notkun á þessum orðum og þetta hjálpar mér til þess að skilja einmitt hvað fjarlægur getur verið. Það er ekkert endilega að maðurinn sé orðin genginn af trúnni, hann er búinn að missa djörfungina. Við erum bara orðin skræfur og gungur. Og ég er bara, mér er ekki sama það ef að við sem forstöðumenn og við sem söfnuður grípum ekki tækifærið þegar við sjáum að svona kirkjuþjónar er að boða okkur annan Jesú og við segjum ekki orð. Við eigum bara að stíga fram og vera bara djörf í því að láta þjóðuna vita hver Jesús Kristur er og hvað orð hans er að segja. Og elsku bestu, þið fáið ekki meira en bara skammir. Ég vil til þess aldrei aftur rekin og vinnu. Það er búið, það er liðin tíð. En ég teki eftir því með suma þjóðkirkjupresta, þeir opna ekki munnin fyrir þeir eru komin á eftirlaun. Þá fara þeir að skrifa, þá eru orðin beittir. Hvað voru þeir að gera þegar þeir voru í stólnum? Þeir áttu að ganga inn í köllunina og láta söfnuðin heyra til að bjarga söfnuðinum og bjarga sálunum. Nei, þá voru þeir innmitt allir að semja. Og þá voru þeir líka að glíma við þetta að það var svona ákveðið lögleysi sem var komið og þessar rangfærslur. Förum inn í þetta anomía, lögleysið og siðleysið sem að birtist þarna líka. Þetta er svolítið smátt letri sem er hér á milli. Þetta er eiginlega bara fyrir mig. Ég er með 2 ritningastaði sem ég ætla að fá okkur til að lesa. Kitti, ef þú finnur Róm 4:7 og Dísa ef þú ert með Róm 6:19. Takið eftir, þessi staðir eiga svo vel við og Páll notar þetta orð anomía í einmitt þessum stöðum. Þetta lögleysin, sjáu þið hvernig þetta kemur fram. Það er siðleysi, spilling, ranglæti. Róm 4:7. Sælir eru þeir sem afbrotin eru fyrirgefin og syndir þeirra hundar. Afbrotin er einmitt þetta, anomía, lögleysi, siðleysi, spilling, ranglæti. Og allt þetta passar mjög vel við að þeir eru sælir sem að svona málum er fyrirgefið. En hvað eiga þeir að gera? Eiga þeir að halda áfram í þeim? Nei, fjarri fyrir því. Þeir eiga bara að snúa við. Róm 6:19, Dísa. Ég tala á mannlegan hátt, sökum veikleika yðar. Því að eins og þér hafi boðið lífið yðar óhreinleikanum og ranglætinu fyrir þjóna til ranglætis, svo skulu þér nú bjóða lífið yðar réttlætinu fyrir þjóna og til helgunar. Ranglæti fyrir þjóna, sem Páll nefnir þarna, það kemur hér, þetta anomía. Eins og þeir hafi boðið lögleysinu, siðleysinu, spillingunni, ranglætinu. Þetta allt saman er að finna í þessu orði anomía. Þannig að þýðandinn, hann hafði alveg möguleika á að þeir hafi boðið lögleysinu eða spillingunni. Eða, hann valdi ranglæti og það er bara ágætt og ég er ekkert að segja það sé neitt rangt. Heldur bara fyrir okkur til þess að sjá svona meiri fyllingu í orðinu. Og það er svo athyglisvert að út úr þessu kemur maðurinn sem að er kallaður sonur glötunarinnar og hann hefur þetta eðli. Hann rís á móti Guði, hann rís gegn öllu því sem kallast Guð og helgur dómur og hann sest í musteri Guðs. Og þess vegna er spurningi hjá mér, erum við komin að þeim tíma þegar við sjáum allt þetta birtast í okkar samtíma, við sjáum þetta í forystugreinum dagblaða, við sjáum þetta á strætisvögnum borgarinnar, þetta siðleysi, þannig að við erum að taka eftir að menn ráða bara ekki við hvert eru eiginlega komnir. Þeir eru svo bara dregnir út og allt í einu þá er allt afhjúpað. En hvað með þá musterið? Erum við þá komin að þessum tíma sem að tala í öðru Þessalóníkubréfi 2:1-4. Og það er kannski næsti þáttur sem að við eigum, ættum að koma að. Það er hvaða hlutverk musteri hefur í okkar tíma.
Ég ætla aðeins að reyna að fá tölvuna til þess að skipta glæru. En hún er sofnað og ég er búin að tala of mikið. Og það er þetta fráhvarf sem við erum með. Lögleysið, þegar farið að starfi leyndum á dögum Páls. Þá mun lögleysingin opinberast. Lögleysingin mun koma fyrir tilvirkni Satans með miklum krafti, lygatáknum, undurum, ranglætisvélum, meggri villu, og þið sjáuð hvað í raun og veru er að gerast þegar Páll er að nefna þetta í Þessalóníkubréfi, og þetta eru bara atriði sem að snerta endurkomu Jesú Krists. Fráhvarfið er akkurat svona, og við sjáum þetta er lýsing á samtímanum, og ef að tölvan hættir að líða þá þarf ég að kaupa nýja tölvu, en það er nýglæðra, og ég er svona spyrjandi yfir þessu líka, af því að þetta fráhvarf, það snerti líka gyðingana. Það var á dögum Páls postula þegar hann skrifar í Rómarbréfinu 9, og það er kafli 9 til 11. Hann fjallar þetta Páll, ég nefni bara nokkur atriði. Þá segir hann forherðing er komin yfir nokkur hluta af Ísrael og varið þangað til heiðingjarnir eru allir komnir inn. Sjáu þið, það er ákveðin tími og endalok á þessari forherðingu. Og þannig mun allur Ísrael frelsað verða eins og ritað er, frá Síón mun frelsarinn koma og útrýma guðleysi frá Jakob. Og þetta er sáttmáli minn við þá, þegar ég tek burt syndir þeirra. Var það ekki fórnin á krossinu sem að orsakaði þetta? Sem tóku burt syndir þeirra. Og þegar ég lesi þetta í samhengi, ég tek aðalega þennan þátt og þennan hérna, þá sé ég það að gyðingandi þeir tóku ekki við fórninni á krossinu. Og þeir hafi ekki ennþá gert. Og þá þýð það að Guð eða Jesús Kristur mun á sínum tíma leiða fram ákveðin dag þegar hann tekur burt syndir þeirra. Og það verður dagurinn sem ég trúi að verði endurkomu dagur Jesú Krists. Þegar hann mætir í skýjum himins, í mætti, í veldi og í mikilli dýrð. Við erum komin að eiginlega tímamótum fyrir þennan tíma, og ég held að við eigum alveg erindi með þennan boðskap, bæði til okkar og ekki síður til hinna sem að hlusta á. Og þegar ég nefni þetta svona, þá er mér í huga Sakaría 12. Komið nú með mér í Sakaría 12. Og þetta er dagur sem að Sakaría nefnir, sem er sannarlega endurkomu dagur og hefur gríðarlega mikil áhrif. Og ég ætla að benda ykkur á það að þegar Sakaría 12 er sett fram, þá er bara verið að tala um einn dag. Bara einn dag. Á þeim degi og á þeim degi. Sakaría 12:2, sjá, ég geri Jerúsalem að vímuskál fyrir alla þjóðir sem umhverfis hana eru. Og hvað erum við að upplifa í fréttum í dag? Það er alveg sama hvort það er í fréttir á Egyptalandi, Jordaníu, Sýrlandi, Líbanon. Þetta er allt meira og minni uppnámi. Hvað erum við að heyra um Araparíkin? Við sjáum að Tyrkir, þeir eru í hvínandi vandræðum. Þeir eru að reyna að koma af efnahag sínum betur fyrir. Þeir vilja fara inn í gríska landhelgi, bora þar eftir gasi, og það er alls konar svona þættir í gangi. Við heyrum að Araparíkin eins og Sádi-Arabía getur ekki haft frið í Jemen, og það er alveg sama hvað þeir fara illa með börnin, þeir halda samt áfram. Og svo heyrið þið með Íran og Teheran, þeir eru alltaf að þróa eldflaugar og kjarnorkuvopn, og hvert á þetta fara? Er það bara vegna þess að þeir ætla að eyða Ísrael? Nei, þeir bara ráða ekki við sig. Það er eitthvað að gerast sem að þeir bara hreinlega ráða ekki við. Og það er ekki til nein borg sem hefur fengið jafnmargar ályktanir Sameinuðu þjóðanna eins og Jerúsalem. Af hverju er það? Það er hvað þetta annað verið að koma með ályktanir Jerúsalem, Ísrael, Vesturbakkann,
Allt þetta þurfa Sameinuðu þjóðirnar að vera fikta í. Og þið sjáið, þetta samkvæmt orðum Sakaría og ég trúi að við erum komin nefnilega að þessum tíma. Þessi orð að rætast, þessi kafli eiga sér stað. Gyðingarnir sem Páll talar í Rómarbréfi 9-11, það líka spjallað eða talað þá í Sakaría 12. Og þetta ekki tilviljun, þetta tengt efni. Þó að það séu margar aldir á milli Sakaría og Páls, að þá sami andinn sem að þeir eru að predika yfir og með. Og það sama uppsprettan af upplýsingum og því sem flæði fram. Og ég vil líka meina það, kæru vinir, hér í Keflavík, að þessi andi hann fær að hljóma hér í Keflavík frá dögum Sakaría, gegnum Pál postula, gegnum ritningarnar og samkomum hér. Við skömmumst okkar ekki fyrir Guðs orð. Við látum það hljóma. Og þetta fyrst og fremst til þess að við sjálf megum lífi halda. Og hvað segir hann? Þeir munu líta til mín, til hans, sem þau lögðu í gegn. Páll notaði þetta vers í Rómarbréfinu 11. Þeir munu líta til hans, þeir munu sjá hann. Og á hvaða degi þá verið að tala um? Hvaða Sakaría verið að tala um? Og ég trúi því að þegar við berum þetta svolítið saman, þá sjáum við að Sakaría og Páll að tala um sama dag, endurkomu dag Drottins Jesú, þegar syndirnar verða teknar frá gyðingunum. Þegar náðar andi Guðs kemur yfir þá. Þegar hann stofnar sitt ríki og gyðingarnir mega loksins fá að sjá. Þeir sem þeir stungu í gegn, hann þeirra Messias. Hann þeirra frelsari. Þetta dagurinn þegar Jesús stoppar Antikrist að setjast í hásætið í musterinu. En mér langar aðeins að nota núna allavega 10 mínútur til þess að fara inn í þennan þátt hvað að gerast í Ísrael á okkar tímum. Og ég minn ykkur á þetta sem við höfum séð áður, önnur Mósebók 25:8, þér skulu gera mér helgidóm að ég búi mitt á meðal þeirra. Og takk eftir þessari pólitísku þróun sem núna í gangi í Ísrael, það alltaf verið að leiða fram einhver rök fyrir því að musterið þarf að rísa. Þeir eru að reyna að finna öruggan stað þar sem þetta á að standa og þeir eru með fornleifafræðina á fullu til að benda á. Við höfum fundið þetta dæmi, silfurpeninga, bjöllur frá æðstaprestbúningnum og framvegis og svo framvegis. Og þá mæti þeim alveg furðulegur, má ég segja, furðuleg skynhelgi. Að menn sem eru í þessari stöðu, þeir eins og að reyna að ýta í burtu að gyðingarnir þeir hafa haft þarna tilveru áður. Og þegar við komum í það, þá svo merkilegt hvernig Guð hefur talað síðastliðin 100 ár. Ég ætla að fara bara með ykkur í þessa 2 þætti. Annar þátturinn þegar Jesús talar við þá í Postulasögunni 1, þér skulu vera votta mínir, þið munið, og hann nefnir þessa staði. Frá Jerúsalem, Júdeu, Samaríu og til ystu endimarka jarðarinnar. Þannig að þegar þið skoðið þennan þátt, að þá Jesús einmitt að benda þeim í burtu frá Jerúsalem. Þeir skulu fara út allan heim. Þetta búið að vera í gangi síðastliðin 2000 ár. Síðastliðin 100 ár. Þá þetta búið að vera þessi hérna leið. Gyðingar, þeir mistu borgina 70 eftir Krist og síðan kemur fyrri heimsstyrjöldin, þá verður furðuleg orusta milli Tyrkja og Breta. Hún kölluð Gallipóli. Þá gerðu Bretar innrás í Tyrkjaveldi og þeir ætluðu að ná yfirráðum yfir Bosporus og Dardanellasund og geta siglt inn í Svartahaf. En Tyrkir, þeir lögðu alefli sitt gegn Bretum að þeim tækist að ná völdum yfir Bosporus og Dardanella. Og þeir fóru að berjast af alefli við áströlsku hermennina í breska hernum og þeir kölluðu hermennina heim frá Sádi-Arabíu, frá Jemen, frá Jórdaníu og svo framvegis. Og hermenn Tyrkjaveldis, þeir söfnuðu saman þarna við Gallipóli
þeim var slátrað alveg grimt, en fyrir bragðið, af því að þeir fóru í þessa orustu, þá veiktist vígstaða þeirra öll Mið-Austurlönd. Og allt í einu, þá kemur maður sem kallaður Arabíu Lórenz, hann fer til Bedúínana í Jórdaníu og hann vissi það að þeir hötuðu Tyrki. Og hann lofaði þeim gulli og grænum skógum ef þeir kæmu með honum og tækju Akaba. Og þeir fara í gegnum Vadi Araba og niður þannig að Akaba, það allar fallbyssur sneru út á sjó og þeir áttu ekki von á neinum árásum frá landinu. Kemur ekki hópurinn bara hlaupandi á úlföldum og ösnum og öllu því sem til var, tóku Akaba og Tyrkir voru búin að missa völdin af svæðinu frá Akaba til Beersheva. Breski herinn kom og hann labbaði að Beersheva og af því að Allenby, hann stjórnaði þeirri herdeild, að þá svona segja sumir að Arabarnir hafi skilið þetta þannig að Allabi er sam og hönd drottins og Allabi hann bara labbaði yfir og það fór engin muslim að berjast við Allenby. Þeir tóku Beersheva, þeir tóku Jerúsalem, þeir tóku Damaskus og allt einu eru Tyrkir, þeir eru búin að missa yfirráðasvæðin yfir öllum Mið-Austurlöndum, þeir eru komin heim, þeir búa bak við sömu landamæri og þeir ákváðu að hverfa til 1917, en landið var laust. Og þá fengu gyðingarnir landið, Ísrael. Það var leyst í fyrri heimsstyrjöldinni. Árið 1968, þegar 6 daga stríðið var, þá var Jerúsalem leyst fyrir gyðingana. Þeir fengu full yfirráð yfir Jerúsalem. Og núna er musturishæðin í deiglunni og þeir eru alltaf að glíma við Sameinuðu þjóðirnar og Arabaríkin yfirráðin í musturishæðinni. Gyðingarnir koma frá þjóðunum, þannig að þá sjáu þið að þetta er að koma tilbaka frá þjóðunum og til landsins helga. Það er öfugt á við það sem Jesús sagði. Erum við að koma inn á tímamótum? Sannarlega. Sannarlega. Og ef við fáum næstu glæru, þá ætlum ég að benda ykkur á þetta. Þetta er svolítið sérstakt, sko. Við höfum þessa Óman-mosku upp á musturishæðinni og við erum með svona tilraunir gyðinga til þess að koma svona byggingunni að stað, musturinn að stað og UNESCO, einn af þáttum Sameinuðu þjóðanna, þetta er hönd ríkjanna sem er að slá á fingur gyðinga. Þeir eru að stoppa, þeir vilja ekki að gyðingar hafi þennan sögulega rétt á musturishæðinni. Og ef við tökum aðeins mark á því sem að þeir eru að gera þar, þá auðvitað sjáum við að það er svona eitt og annað sem að stenst ekki þetta hjá Sameinuðu þjóðunum. Þeir get ekki almennilega verið með fingurinn onni þessu, ef þú skiptir nú glæri á. UNESCO segja að Íslam sé eina rétta yfirvaldi á musturishæðinni. Gyðingar eigi ekkert tilkall til hennar, þrátt fyrir allt. Og í Óbadía 1:15 þá er einmitt þetta kallað því að dagur drottins er nálægur fyrir alla þjóðir, eins og þú hefur öðrum gjört, eins skal þér gjört verða. Gjörðir þínar skulu þér í koll koma. Og það er ekki að ósekju að við tölum dómsdag gegn öllu því sem að rís gegn Guði eða helgum dómum. Áætlun Guðs verður ekki stöðvuð. Það eina sem UNESCO fær að gera hér, það er að vera annarkvort sammála eða ósammála. Séður ósammála, þá eru bara komnir í andstöðu við Guð almáttugan. Munu gyðingarnir byggja musturið? Miðað við seinna Þessalóníkubréfið, það sem Antikristur á að setjast í hásætið í musturinu, þá mun musturið rísa. Það held ég. Og ég bara tek þetta svona fyrir. Musturishæðin er komin í siktið og þetta er svolítið athyglisvert, ég tek þetta er náttúrulega bara á ensku vegna að þetta er tekið úr erlendu tímariti Thousands of Muslims to ascend the Temple Mount in Jerusalem. Það eru þúsundir múslima sem eru að komast þarna upp á þessa musturishæð vegna þess að þetta er orðið stór pólitískt mál meðal Araba. Og hver er aðal sprautan þar? President Erdogan, calling it baseless slander against the only true democracy in the region.
Israel responded sharply to criticism leveled against it by Turkish President Recep Tayyip Erdogan, who essentially declared a holy war against Israel when he called for thousands of Muslims to come up to the mountain. Og mér finnst það mjög athyglisvert að Erdogan, hann að kalla á múslima til þess að fara upp á Musterisæðina. Þetta orðið rampólitískt mál. UNESCO, múslimaheimurinn. Næsta, það alveg erindi til okkar. Af hverju vill Erdogan stríð gegn Ísrael? Hvað hafa Ísraelsmenn gert þeim? Þeir voru þeir fyrstu sem seldu Ísraelsmönnum aðgang að landinu. Það var fyrir 1900. Tyrkir, þeir eru ekki alveg saklausir. Þeir seldu landi dýrara heldur en jarðeigni voru í Bandaríkjunum á sínum tíma. Það sem þú fékkst örugglega mikinn ágóða upp af landinu ef þú sáður og notaði það. En þeir voru að selja eyðimörk. Af því þeir seldu eyðimörk, þá var þetta einskis virði fyrir þeim, en þetta var mikils virði fyrir gyðinga, af því þeir tóku söguna alvarlega og Guð setti kall sitt í þá. Þeir eru að koma heim. Og í dag erum við með þetta frábæra ríki Ísrael sem fær aldrei verið í friði. Og ég sé það þannig, eins og Erdogan er að reyna að gera, hann er að reyna að ná yfirhöndinni yfir Al-Aqsa moskunni og hann er að reyna að gera Tyrki að herveldinu eða ríkinu sem hefur bæði lykla að Mekku og Jerúsalem. Þeir get ekki sleppt þessu. Hvað þýðir þetta? Þetta segir mér það að Erdogan, hann er á vegferð sem hann trúlega skilur ekki sjálfur hvert hann er að fara. En við getum séð í Biblíunni hvert hann er að fara. Og það kannski kafli sem við förum í, ekki alveg strax, en við skulum allavega fara í það mjög bráðlega, Esekiel 38 og 39. Þið getið lesið það heima. Skoðum næsta atriði. Þetta tegir sig líka til Bandaríkjanna og Miðausturlanda. Þessi peningar eru komnir út því gyðingarnir eru að fara að byggja. Og ég sýni ykkur þessa peninga vegna þess að þeir eru bara eins og tákn tímans. Þetta hefur ekkert trúalegt tákn þannig lagað, en þetta bara af því að hér sérðu mynd af tveim mönnum. Annar er Donald Trump og þeir eru að hvetja hann til þess að ganga inn í smurningu Kýrusar. Kýrus er talin hinn fyrsti smurði, Persakeisari eða konungur, vegna að hann var sá sem leysti gyðinga frá Babylon. Hann byrjaði á því. Og hann leyfði gyðingum að endurreisa Jerúsalem. Og Trump er að endurreisa Jerúsalem með því að flytja sendiráðið til Jerúsalem. Og nú segja þeir, Trump, gaktu inn í köllun Kýrusar, hjálpa okkur að byggja musterið. Og þetta er að vera pólitískt bitbein allra þjóða. Evrópusambandi er ekki alveg sammála. Múslimöndin er ekki alveg sammála. UNESCO er ekki alveg sammála. Og hvað heyrið þið? Af hverju er svona óskaplega mikil mótmæli við Trump? Þetta er eini forseti Bandaríkjanna í yfir 50 ár sem ekki verið hafið stríð. Erum við svona óanað með þennan fríðarhöfðingja? Nei, það er allstað hans og horfir, þá er eins og vinstri öflin í heiminum. Þau fara gegn því sem Trump segir, því sem Ísraelsmenn þurfa að gera, það sem Guð er að gera. Af hverju er þessi gríðarlega andstaða við Guðs áætlun? Það er mælikvarði á hvernig við að fara að hugsa. Við að dæmi þetta út frá því hvað hefur Guð sagt og hvað eru hinir að segja. Hinir að villast á leiðinni. Næsta glæra verður bara þessi hvernig þeir á þessum tíma að koma að þessum stað að Bandaríkjamenn, þeir eru sannarlega að reyna að reisa við friðarferlið í Miðausturlöndum. Og vitið þið, það er svolítið athyglisvert, friðarferlið núna, það er tengt því að þeir þurfa á musteri að halda. Og takið eftir hvað kemur út úr þessu friðarferli, gyðingarnir, þeir vita frá Arabum líka að það er nauðsynlegt að hafa musteri til þess að fá synda fyrirgefningu. Arabarnir skilja það alveg. Og
ég held að það sé svakalega merkilegt að einmitt taka þann pól í hæðina með þetta fríðarferli, myndirna sem við erum að sjá að birtast. Þetta var útilokað fyrir 100 árum. Þetta var útilokað eftir 1968. Þetta var útilokað eftir Jom Kippur 1973, þið vitið. Þetta er bara möguleiki í dag og nýlegur svona möguleiki. Næsta atriði sem ég ætla að nefna við ykkur, það er hvernig þetta musteri leit út og musteri er svo sem kannski ekki endilega alveg svona sem að þeir eru að hugsa að byggja, en þeir eru bara að hugsa að byggja á réttum stað. Það er það sem að stoppar á. Síðast atriði sem ég ætla að nefna þetta við ykkur, það er musterisherðin og gyðingarnir, hvers vegna þetta er mikilvægt. Við bara rifjum þetta upp af því að þetta er tengt svo sögulega. Við vitum að musterishæðin var síðasti viðkomustaður Jesú Krists áður en hann fór út í kvöldmáltíðina síðustu og til bænastaðarins sem var handtekinn. Þetta var kallað þreskivöllur Ornans Jebúsíta. Það er álitið að Abraham hafi fórnað syni sínu þarna. Þetta verður eign Davíðs konungs. Þetta er lóð musteris Salomons. Þetta er lóð musteris Serubabels. Þetta er lóð musteris Herodesar. Og þetta verður lóð musteris síðasta tíma. Og við erum bara komin að þessum tíma að við þurfum að rannsaka og skoða og sjá, því sannarlega er þetta allt saman tengt þeim tíma þegar Jesús Kristur kemur aftur. Amen. Nú ætlum ég að segja amen við þessu núna. Þetta er orðið nógu langt í dag. Kaffi bíður og við skulum allavega fara í það. En ég ætla að fara inn í þetta næst með uppskeruna Bitrusigðin og sáðland jarðarinnar. Vegna þess að þar eru við. Sáðland jarðarinnar eru allir. Og þegar við förum inn í þetta musteri mikla, þá tökum við fyrir rödd Guðs og pláurnar sem að koma fyrir. Þetta eru þættir sem að allir tengjast endurkomu Jesú Krist. Og ef Kristur kæmi ekki aftur, þá væru við jafn vonlausir og allir hinnir. Drottinn, þakka þér fyrir að verða með okkur og hjálpar okkur. Gefðu okkur Drottinn minn að eiga þetta eyðrandi hjarta frammi fyrir þér og undibú okkur fyrir þeim tíma þegar þú kemur í mætti, veldi og mikilli dýrð, eða jafnvel að þú hrífur okkur upp til þín. Við munum hafa tilhlökkun í hjarta, vitandi það að þú skilur okkur ekki eftir í eymdinni, volæðinu og dómi þínum í Jesú nafni. Amen.